Hæ, ég heiti Arnar, ég kem frá teiminu Dartaka Labs. Ég ætla að segja ykkur frá því hvernig við erum sem að tengja fyrirtæki og nýsköpun nær saman til að hjálpa þeim að skapa verðmæti í samfélaginu. Nýsköpun ekki rúmskóp, þetta lausn. Þórdís Kolbrún, nýsköpunarráðherra, hún sagði það að hún kynnti nýsköpunarstefnu Íslands. Og það er alveg rétt. Fyrirtæki sem ekki stunda nýsköpun og viðskiptaþróun, þau verða eftir og lifa ekki af til lengri tíma. Fyrir 5 árum síðan, þá gátum við ekki pantað okkur pítsu með símanum. Fyrir 5 árum síðan, þá gátum við ekki afgreitt okkur sjálf í Bónus. Tækninni fleytir hratt fram og það er ótal tækifæri fyrir fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög að skapa ný verðmæti. En staðan er þannig að það er bil á milli fyrirtækja og nýsköpunar. Það er að segja að nýsköpun ekkert sérstaklega aðgengileg fyrir fyrirtæki. Hvað gera fyrirtæki þegar það ætla að sækja sér nýsköpun? Við hjá Dartaka Labs ætlum að brúa þetta bil. Við ætlum að veita fyrirtækjum betri aðgengi að nýsköpun. Svo þau geti nýtt þau tæki og tól sem þær eru í boði til að skapa nýja lausnir. Vegferðin okkar byrjar í dag á því að setja saman lausnamót í maí 2020. Lausnamót eða hackathon þar sem við handvirkt munum para fyrirtæki og nýsköpun saman. Og hvað er lausnamót og hvað er hackathon? Lausnamót eða hackathon er raun og veru staður þar sem unnið er hörðum höndum af því að leysa eitthvað tiltekið vandamál og tiltölulega stuttum tíma. Þannig að það sem við ætlum að gera, við ætlum að bjóða fyrirtækjum, stofnunum, sveitarfélögum að taka þátt með áskorun eða vandamál sem þau eru að kljást við í dagstæðulegum rekstri, setja inn í lausnamótið. Á hinum endanum erum við með háskólasamfélagið, frumkvöðla sem skrá sig til leiks og vinna hörðum höndum að því að leysa þetta tiltekna vandamál. Fyrirtæki velur svo eina lausn sem þau telja henta sínum rekstri, vinna með þeim áfram að þeim búið endanlega lausn. Vöru, þjónustu eða einfaldlega nýja sjálfvirkni í ferli viðnáms. En til þess að flækja málið aðeins, þá langar okkur til að hafa lausnamótið innan ákveðna nýsköpunarviku, þar sem við erum að gera nýsköpun aðgengilegri og sýnilegri. Þar sem að frumkvöðlaumhverfið opnar sínar dyr, sýnir lausnir sínar og fyrirtæki og almenningur. Mögulega finnur eitthvað við sitt hæfi sem við getum innleitt í sína starfsemi. Við hjá Dartaka Labs ætlum að bjóða fyrirtæki sem taka þátt að fá okkar aðstoð til þess að greina þá áskorun sem kemur til eða vandamál. Það er að segja, við hittum fyrirtæki, setjum niður, tökum vinnustofu, finnum út hvað er það sem að fyrirtæki vill leysa. Hvað er helsti verkur? Þið standið hér í dag. Hvað er það verið til fyrirtæki? Hvort sem það er að hagnýta betur gögn, auka sjálfvirkni í verkefnum. Við ætlum líka að bjóða fyrirtækjum upp á að fá Dartaka Labs til að sinna eftirfylgni á milli sigur lausnarinnar og fyrirtækisins. Það er að segja, fylgja þeim eftir í því samstarfi til að gera það farsælt, sem að við veitum okkar tæki og tól, þekking og reynslu, til að tryggja að verði endanleg lausn á því vandamál sem kom upp úr leiðinni. Það er alltaf markmið. Fyrirtæki sem taka þátt í lausnamótinu eiga þess kost að skapa sér gott samkeppnisforskot. Ekki bara hérna heima gagnvart fyrirtækjum í kring, heldur líka fyrir íslenskt samfélag út á við. Það er það sem þurfum á að halda. Þeim gefst tækifæri á að skapa aukna tekjur, auka framleiðni og lausnirnar sem koma til eða vandamálin þurfa ekki að vera háð tækni. Þau getur verið mjög einföld. Við höfum nú þegar talað við nokkur fyrirtæki og stofnanir og við erum að leita fyrirtækjum sem vilja þróa rekstur sinn, vilja skapa nýja lausnir, vilja aðlagast samfélaginu okkur í dag. Þau fyrirtæki og stofnanir sem við höfum talað við höfum fengið mjög gagnlega endurgjöf, mjög áhugasöm fyrir eitthvað sem við þurfa, jafnvel eitthvað sem við erum tilbúin að fara bara í strax með áskorun sem við erum bara hýmur. Þegar það er komið, þá munum við tala við lausnarveitendur, það er að segja frumkvöðlaumhverfið, háskólasamfélagið, almenning. En það eru vissulega aðrir möguleikar í boði. Fyrirtæki geta stundað innanhúsþróun, það er að segja, ráðið einhvern veginn til að vinna nýju lausnum, tileinka einhverju teymi innanhús til að vinna að því að skapa nýja lausnir eða breyta ferlum. Það er þetta útvista þróun
fá einhvern utanaðkomandi ráðgjafa fyrirtæki til að hjálpa sér. En við teljum að lausnamótið muni veita talsvert betra aðgengi af fjölbreyttari lausnum á talsvert skemmri tíma og með minni kostnaði. Við þurfum 25 milljónir til að láta lausnamótið ganga. Það er að segja verkefnastýring, markaðsmál, staðsetning og svo framvegis. Og við erum ákveðin markmið fyrir maí 2020 að vera með 30-50 áskoranir og sækja 400 lausnarviðkomur. En þetta er bara byrjunin, þegar við erum ákveðin framtíðarsýn. Við viljum gera þetta ferli sjálfur. Til þess að enda þar, þá þurfum við að hitta alla leikmennina í taflborðinu, skilja ferlana, skilja kríteríuna sem þarf til þess að endurspegla það. Við munum með hjálp vélnáms og gervigreindar skapa sjálfvirkt snjallkerfi þar sem vandamál og lausnir parast saman. Svo er það stóra spurningin, af hverju við höfum haldið fjölda hackathona og lausnamóta og vorum meira sér með eitt fyrsta hackathon á Íslandi ára 2012. Og við höfum haldið fjölda hackathon síðan þá. Í ár erum við búin að vera að vinna með Nordic Innovation af heilsuhackathonum öll Norðurlöndin. Við búum í Ísland, búum í Finnland, tókum Danmörk í október, við höfum taka Noreg og Svíþjóð á næsta ári. Í mars af þessu ári vorum við með hackathon hérna heima og í Finnlandi vorum við 900 umsækjendur, en aðeins 160 fengu að taka þátt. Við höfum unnið með fyrirtækjum, sprotafyrirtækjum, að því að hjálpa þeim að þróast og það er basically bara í genunum okkar að tengja saman fyrirtæki og nýsköpun. Þannig að ef fyrirtæki, stofnun eða sveitarfélag, það þitt fyrirtæki að taka þátt í því að skapa verðmæti í samfélaginu. Ef svo er, þá sjáumst við á lausnamótinu á næsta ári. Takk fyrir.